Ég heiti Hilmar og ég sleggjukastari. Ég byrjaði frekar snemma að æfa frjálsar hjá Fjölni og svo ÍR. Ég hugsa að ég hef verið 12 ára eða eitthvað. En foreldrar mínir voru bæði í frjálsum. Mamma var í hástökki og pabbi var líka sleggjukastari. Þannig að þetta var svona eitthvað sem ég bara fór út í, og svo smátt og smátt þegar ég stækkaði þá fór ég út í kastgreinarnar. Og ætli ég hef ekki verið byrjaður að æfa svona aðalega kastgreinar þegar ég var svona 13-14 ára eitthvað svoleiðis. Það var svo sem ekki mikið breyst hjá mér svona að undanförnu. Ég vanur að vera bara einn að æfa og svo bara reyndar hef ég þurft að lyfta í bílskúrnum í stæðan fyrir að lyfta með strákunum sem verið svolítið leiðilegt. En það hefur bara verið fínt. Svo ætlaði ég reyndar að vera út í Slóveníu að æfa með nýjum hópi sem ég byrjaði að æfa með þar. En ég komst náttúrulega ekki þangað út, þannig að ég bara búinn að vera hérna. En það hefur allt gengið ágætlega samt. Búið að vera fínt veður og ég hef getað klárað alla mínar æfingar. Nýlega bara búinn að vera að gefa mér svolítið mikið meiri tíma í æfingarnar. Það ég meina það er ekkert í gangi og hvort sem er sem var svo sem ekki hjá mér áður, en ég er svona bara allt voða rólegt og voða næs, þannig að ég get bara að gefa mér tíma í æfingarnar og bara hugsa tæknina og fara í gegnum þetta hægt og rólega. Ég var kannski áður fyrir væri svolítið að flýta með æfingarnar, bara svo ég geti komist heima, hvíla mig fyrir næstu. Sko ég á rosalega mörg eftirminnileg afrek frá Bandaríkjunum þegar ég var í háskóla þar, því það var svolítið öðruvísi stemming að maður á að venjast svona þegar maður er að keppa svona í Evrópu. Þannig að maður bæði hluta liði og svo líka bara öðruvísi umgjörð utan það. Og þar á ég ansi margar góða minningar, eins og þegar fyrsta árinu mínu þá var ég ACC meistari í síðasta kasti. Það var svolítið sætt. Svo í fyrra þá vann ég Regionals, minn helming á landinu. Það var mjög sætt og svo ég líka fullt af góðum minningum frá því að hafa keppt í Evrópu, en það hefur kannski ekki gengið eins vel og eins og í Bandaríkjunum. Sko þegar ég bætti Íslandsmetið, það er svolítið svona næstu því í móðu bara sá dagur, því að það var bara alveg ótrúlega gaman. En þá það var á heimavelli í Virginia í Bandaríkjunum og ég var búinn að eiga ágætis æfingu á miðvikudaginn áður, þetta var á laugardegi held ég. Og mig grunaði svona að ég gæti kastað allavega 75 metra. Og svo var það líka þannig að vinur minn frá Króatíu sem hafði verið með mér í skólanum kom þarna líka. Þannig að það var mikil stemming í kringum mótið. Og ég byrjaði bara og kastaði 73, ég held ég að kasta 73 í allar 5 umferðirnar og 1-2 ógild eitthvað svoleiðis. Og svo bara í síðasta kastið þá setti ég bara allt í það og loksins small allt og það bara fór. Og það var ótrúlega gaman því að þau voru þarna allir strákarnir sem hefur verið með mér í skólanum og það var mjög sætt. Ég hugsa að ég væri ekki á þeim stað sem ég er í dag, ég hef ekki farið til Bandaríkjanna. Það er svona, gaf mér mjög mikinn stökkpall inn í, fullorðins eða svona afreks íþróttir. Ég var náttúrulega var sæmilegur þegar ég var sem unglingur. Ég var einn af bestu í heiminum með 6 kg sleggjunni, en svo bara vantaði nokkur ári upp á til þess að komast í svona á hærra plan, og að fara út í skóla var alveg frábær ákvörðun því það gæti haldið áfram að keppa þar sem ég var með þeim bestu, að keppast að vera bestur. Hefði ég verið heima þá hefði ég 4-5 árum í að keppa og samt ekki kunnað að vera bestur eða að vera með topp 3 eða eitthvað svoleiðis. En svo bara líka skólinn sem slíkur bara gert mig að betri manneskju og ég bara reynslunni ríkari í sumar veit ég ekkert hvað er framöndan. Mig langar að fara eitthvað út að keppa, ég er kannski að horfa aðeins á Svíþjóð ef það eitthvað gengur upp, svo ef ég kannski kemst undir lok sumars til Slóveníu þá væri það fínt. Ég svona veit að það verða einhver af þessum svona Grand Prix og svona, hvað kallar þetta núna, gullmótaröðin eða eitthvað svoleiðis, þessi nýja mótaröð. Það eiga að vera einhver mót af því í ágúst, held ég. Þannig að vonandi bara
ef það gengur vel þá get ég farið á einhverju af þeim mótum og svo bara halda áfram að æfa og reyna að kasta langt. Svo á næsta ári þá er reyna að komast inn á Ólympíuleikana og ekki eitthvað meira, ekki EM á næsta ári? Jú, ekki EM líka? Já, ég veit það ekki, ég bara svona tek einn dag í einu sko og reynir bara að kasta aðeins langt og ég get þetta alltaf. Það bara svolítið spennandi kannski að fá að vera aðeins heima bara og keppa hérna heima í sumar. Ef ég ætti að gefa eitthvað ráð, þá væri það bara ekki flýta ykkur. Sérstaklega ekki ef þið eru komin á svona, ef þið eru orðin góð og þið eru kannski að komast inn á heimslista og Evrópulista og eru ofarlega þar, að samt ekki flýta ykkur, bara taka þið rólega. Þetta tekur 10 ári viðbót. Núna er ég búinn að kasta 75 en ég er samt að gera ráð fyrir því að taka 10 ári viðbót og kannski kasta ég bara 77. En þetta bara gerir svona hægt og maður verður bara að taka sér tíma í þetta og bara taka þið rólega og þá koma bætingar smátt.